Guð var virkilega að verki og það var ótrúlegt hvað fólkið alveg þyrptist á klínikinu okkar og ég byrjaði strax að fá dýr kringum mig, bæði hunda og ketti og apa og gasselu og allt mögulegt. Þess að Inga var nú alveg með í því sko, það var bara gaman. Og við bjuggum náttúrulega þétt sko, við bjuggum þarna í skólahúsinu sem að Felix byggði á sínum tíma, þarna fyrsta skólahúsinu. Og þar áttum við sitt hvort herbergi við Inga og með geymslu á milli okkar og það var bara æðislegt, það var alveg ótrúlega góður tími þarna sem við áttum saman og þegar við áttum alltaf bænastundir saman við Inga og báðum fyrir, já, áttum mörg bænaefni og svo kom að því að lítill fyrirburi var að koma með á klínikina og það var hún Áster sem að Inga varð móðir hennar Ásterar og ég held að nú hún myndi geta dáið hvenær sem væri en hún lifði og lifir enn og hún var svo flutt á barnaheimilið í Akri-Maríu en Inga var móðir hennar. Ég veit það einhvern veginn að Guð var að verki í lífi hennar Ingunnar að vekja þessa þrá hennar eftir að fara til heiðingjanna. Það áreiðanlega bjó með henni lengi áður en hún fór og einhvern veginn var Guð að kalla það löngu áður en hún svo gat farið. Það hef ég ekki neina vafa því að ég þekkti hana það vel bæði áður en hún fór og eins náttúrulega í Konsú þegar voru þar saman. Þannig að það veit ég að það var Guð sjálfur sem var að verki þar. Fyrir það. Áður en Sveinn lýkur kvöldinu með hugleiðingu þá skulum við syngja Ég vil dvelja í skugga vængja þinna og það gott að teygja sér á meðan, standa upp. Yeah.
Ég óska eftir því að sungin áður ég fengi að tala við ykkur. Af því að þetta svona, við höfum haldið mörg alfanámskeið í Lindakirkju og einhvern veginn tekur fólk svolítið ástfóstri við þetta lag. Þetta eitthvað svo djúpur boðskapur og í Sálmi 91 þá þetta eiginlega beint upp úr honum. Og það yndislegt að fá að dvelja í skugga vængja Guðs. Kannski þekkjum við ekki eins hérna á Íslandi þar sem kalt og svona, það mikið sól, en þegar sólin skín þá svo gott að fara í skuggan. Skulum byrja saman með þess. Kæri Jesús, takk fyrir það að elskar okkur. Takk fyrir það að Drottinn fá meira samfélag við þig. Takk fyrir þú ert til staða fyrir okkur og þú ert vinur okkar og frelsari. Í Jesú nafni. Amen. Guðs ríki skipti ég máli. Þetta svolítið krefjandi titill, finnst mér. Ég hef kosið að skoða þessa spurningu út frá tveimur ólíkum hliðum. Annars vegar, ég sjálfur, hver staða mín gagnvart Guði? Ég barnið hans? Hvað stend ég gagnvart Guðs ríkinu? Og hins vegar, skipti ég máli fyrir aðra, laða ég aðra til trúar inn í Guðs ríkið. Í Jóhannesar Guðspjalli, fyrsta kafla stendur, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann réttlegar Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Ég þarf að gera útvalningu mína vissa, eða tala um Biblíunni. Ég barn til Guðs? Á ég vænt eilífa lífið? Á ég pláss í Guðs ríki? Og hvað Guðs ríki? Jesús sagði að himnaríki væri á meðal okkar. Hvað áttu við með því? Að taka sinnaskiptum. Vera einlæg eins og börnin til að komast inn í Guðs ríkið. Á ég samfélag við Drottinn? Jesús sagði, ég komin til þess að þér hafi líf í fullri gnægð. Svo gaman Ingun lasið það á Elisabeth áðan. Stundum passar einhvern vessi svo vel saman og líka við ég ætla aðeins að fá vitnabíld í hana líka því að hún var góð vinkona með líka. Ég vil gefa ykkur fram frið sem æðri og öllum skilningi. Þegar Jesús kom í heimsókn til Mörtu og Maríu og María setti sér fætur Jesú og Marta var á fullum, þá sagði Jesú við Maríu, Mörtu fylgið, María valdi góða hlutskiptið og það verður ekki tekið frá henni. Eigum við þetta samfélag við Jesú, sem María átti við fætur Jesú. Hvað líf fullri gnægð? En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann réttlegar Guðs börn, þeim sem trúa nafn hans. Við fáum barnaréttin og þar með það líka erfðaréttin að Guðs ríki ef við tökum við honum. Það snýst að trúa á Jesú Krist. Taka við honum og því verki sem hann vann fyrir okkur á krossinu. Átt þú trú á Jesú Krist? Jesús vinur okkar og frelsari. Hann stendur við hliðina á okkur. Hann hefur sagt við okkur að hann sé með okkur alla daga allt til heimsins enda. Og svo þetta sem við sungum áðan, Guð tala að senda engla sem til að gæta okkar á öllu vegum sínum, eða vegum okkar. Það Sálmi 91. Jesús talar að við megum kasta og varpa öllum áhyggjum og kvíða af okkur og hann ætlar að bera umhyggju fyrir okkur. Hann vil bera þetta fyrir okkur. Við þurfum ekki að óttast neitt. Hann með okkur, hann hjá okkur alla daga. Þannig það þegar við tökum móti Jesú og eignumst þetta líf, þessa lifandi trú. Líf í fullri gnægð. Lífið reynist oft erfitt hjá okkur. Það ýmislegt sem kemur upp á, sem kemur fyrir lífinu. Við gerum hluti sem ekki rétt og við sjáum eftir því. Við segjum líka ýmislegt sem að kannski hefði betur verið kjört og ekki sagt. En vitið það að Jesú dó fyrir allt þetta. Hann dó fyrir allar okkar syndir. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þarna kemur mikill sannleikur fram
og kjarni boðskaparins. Þetta eru góðu fréttirnar til fagnaðarerindi. Það laust fyrir alla menn. Ef þú játar með munni þínum og trúir í hjarta þínu að Jesús sé drottinn, þá myndu vera hólpin. Það svolítið einfalt að gefa Guði lífsitt. Við mátt ekki vissum að hvort við séum þessi Guðs börn, en þarna kemur það. Ef ég trúi að Jesús er dáinn fyrir syndir mínar og ég játa það út, þá ég hólpin, þá ég Guðs barn. Við getum hleypt Jesú inn í lífið okkar. Hann fyrirgefur syndir og hann blessar okkur. Þetta gerði ég þegar ég var 14 ára gamall. Þá fékk ég að þykja þessa náð. Það var beðið með mér og ég svona gaf Guði og ég og Elli vinur minn gáfum Guði lífið okkar. Vitið það að hver og einn skiptir máli. Allir eru mikilvægir. Guð elskar þig og hann elskar mig. Hann elskar okkur öll. Það einmitt margar sögur í Biblíunni sem Jesús talar einmitt þetta. Guð vill fá okkur öll inn í ríki sitt. Að allir menn verði hólpnir og komast í trúar. Við þekkjum söguna týnda soninn sem fór og tók arfinn sinn, fór og sólundaði öllu saman, átti ekkert eftir, var komin í svínastíuna og þá fór hann að hugsa heim. En pappas, hann beið eftir honum. Hann fór örugglega upp á fjöllin í kring og labbaði á móti honum, hann ekki að koma heim í dag? Hann beið eftir honum. Og hann fagnaði honum þegar hann kom loksins heim aftur. Hann sneri heim, fyrirgaf honum, tók skikkjuna sína og tók hann í sátt. Hvernig var sagan týnda sauðinn? Bónda sem átti 100 sauði. Og svo þegar hann kom með alla sauðina í sauðabyrgið, þá vantaði einn eða ekki. Hann skipti líka máli. Hann fór og leitaði á honum, hann fann hann, tók hann heim í hjörðina sína. Við viljum hafa allt svona örugt heim í okkur. Við kaupum okkur tryggingar og við viljum hafa allt á hreinu. Það eru keyptar brunatryggingu og innbústryggingu og hann ekki örugglega allt tryggt, reikna allt út, hvernig það stól, ekki örugglega allt nógu tryggt hjá mér. Hvernig með ferðatrygginguna? Ég með tryggingaskírteini með mér? Lífeyrissjóður minn. Á ég séreignarsparnaðinn í lagi? Fæ ég þessi 2% frá vinnuveitandunum? Hvað með eilíðina? Guðs ríkið, sem stendur okkur öllum til boða. Við verðum öll að spyrja okkur af því hvort við eigum vísan stað í himnum. Við þurfum að hleypa honum að í lífi okkar. Segja já við kalli hans. Öllum sem tóku við honum gaf að réttlega Guðs börn, þeir sem trúa á nafn hans. Guðs ríki skipti ég máli. Eins og þegar við fyrir komið fram, þá skipti hver einstaklingu máli. Við skiptum öll gríðarlega miklu máli. Og við og þú, við skiptum öll máli. Og við getum líka verið verkfæri Guðs. Það var hún Ingunn. Ingunn var verkfæri Guðs. Ég sá það. Af því að ég var að vinna röntgendeild Landspítalans, þá var láin inn á Landspítalanum. Og þá var hún stundum að biðja mig ekki til að fara að kaupa mannakort fyrir mig eða viltu kaupa þessa bók fyrir mig. Þá var hún að tala við fólkið sem lá við hliðina á henni eða kringum henni á kaffistofunni og var að hafa áhrif á það. Þannig að hún var vel kristniboðið og vitnisburður hvað sem var. Ekki bara út í Afríku, þetta líka heimi á sér. Og ég fékk að sitja nokkra stundir og fá fyrirbæn hjá henni á háalætisbrautinni þegar við sátum saman í biblíulesóp. Þannig að hún var góð vinkona og ég hafi verið bara smá pjakkur. Þá var hún svona ein af okkur. Ef við verum í eyðimörk og við myndum varum þyrst og við myndum finna upprættu, hvað myndum við gera? Myndum við ekki fara og segja öðrum frá? Komiði, það upprættu hérna. Hún hinum með hæðina. Látið komið og fáið vatn að drekka. Við myndum láta fréttina berast út. Þegar ég eignaðist börnin mín, þá var nóg að hringja í tengdaforeldrina og mömmu, ég þurfti ekki meira. Það var allir svo spenntir að fréttin fór allt. Það vissu allir að það komið nýtt barn fætt í fjölskylduna. Þessar góðu fréttir flugu Jesús sagði að við ættum að vera þetta ljós og við vera salt. Við eigum að lýsa og við eigum að hafa áhrif á fólk. Það var bóndi nokkur sem hefði komist til trúar og hann átti vörubíl og við vorum samkomið herrferð og hann fyllti vörubílinn af fólki. Hver einasta kvöld þá fyllti hann vörubílinn og keyrði á stað með allt fólkið á samkomuna.
En hann var svona svolítið órói yfir einum ungum bóndasyni þarna í sveitinni. Þessi ungi bóndasonur, hann hafði engan áhuga að fara með. Hann var bara að hugsa stelpurnar og skemmta sér og njóta lífsins. En einhver hluta vegna þá hafði hann svolítið ekki neyð fyrir honum. Og hann hugsaði, heyrðu, ég ætla að bjóða hann að keyra vörubílinn. Og auðvitað vildi strákurinn gera það. Fara með á samkomuna að keyra vörubílinn. Hann var sátt við það. Þá var hann komin á samkomuna, í stað fyrir að hanga út í bíl, þá fór hann inn. Og það finnst þessi samkoma að gríðarlega áhrif á hann. Og þetta var Billy Graham, sem síðan hafði gríðarlega áhrif á fjölda fólks og leiddi marga til trúar. Bara þessi bóndi dróga með sér á samkomuna. Í Biblíunni er talað 3426 sinnum að fara, farið. Við eigum að fara út og ná í fólk og hafa áhrif á fólk. Leiða þetta trúar. Við langar svolítið að lesa söngin fyrir okkur sem við syngjum eftir. Þú reyndir það sjálfur og veist það svo vel. Þetta er lagað til Bjarna Eyjólfsson. Að vald til þess frelsari ná, að taka burt syndir og sigrast á hel, en sagðirðu öðrum þeim frá. Því sagðirðu ei fleiru því frá, sem fékkstu á Jesú að sjá. Hvernig eiga þér á hann að trúa, ef enginn vill segja hann frá. Og segðu mér, hlaut þá ekki hjarta þitt frið, og hvíldist ei lémagna sál, en lagðirðu höfuðið hjarta hans við, var hjálpin svo augnabliks tál. Því sagðirðu ei fleiru því frá, sem fékkstu hjá Jesú að sjá. Hvernig eiga þér á hann að trúa, ef enginn vill segja hann frá. Þú hefur þó litið hans heilugu mynd, og heyrt þegar hann sagði við þig, ó barn mitt, ég gef þér upp sekt þín og synd, og sjálfur það tek ég á mig. Því sagðir þið fleiri því frá, sem fékkst hjá Jesú að sjá. Hvernig eiga þér á hann að trúa, ef enginn vill segja honum frá. Og örar því hjarta þitt ætti að slá, með eldinn frá kærleika þeim. Þér hlýtur að brenna í brjóstunu þrá, að breiða hans ríki út heim. Ó Jesú, þér treysti það, veistu svo vel, við vinir hans boðin þau fá. Ég hjör mínu ríki í hendur þeim fel, sem hlotnaðist dyr mín að sjá. Mér langar svo að það var saga sem talaði svolítið til mér, mér langar svolítið að fá að lesa svona og segja ykkur. Hér áður fyrr var engi að slétta fyrir neðan snarbratta fjallshlíðina í Apar út í Noregi. Það var mikil mýri og mjög erfitt að fara yfir mýrina, ekki nema að vera mikið frost og mýrin væri frosin. Og var þá vel frosin að menn gæti farið á hestum að yfir. Þess vegna þurfti fólkið að fara mjög hættulega leið við fjallgað og hátt fjall þegar var þíða og mýrin var ekki frosin. Vegurinn frá bænum, Hönesett upp í sveit, rétt hjá kirkjunni var snarbrattur, þar sem var lágu yfir fjallið. Þess vegna var mjög hættulegt og sérstaklega á nóttinni í miklum óveðrum. Þarna urðu oft mikil slys og það hefði bara verið þannig í gegnum aldirnar. Gamla fólki talaði að hér áður fyrr hafi engill verið með ljós og lýst fólki. Sérstaklega þegar veðrið var slæmt, þá kom eins og ljós og lýsti fólkið sem var að villast það út af veginum. En það var ekki þannig lengur. Það var ekki lengur þessi engill sem lýsti fólkinu og leiddi fólki frá, þannig að slysin urðu. Nýlega hafði orðið slys þegar þessi Sigríður mamma drengsins á Miklabæ hafði farið fram að klettunum í vondu veðri. Hún dó. Sóknarpresturinn hafði ákveðið að taka einkasonar hennar að sér, þrátt fyrir að hann væri ekki sérlega svona efnilegu drengur. Litli drengurinn var aumkunarverður þar sem stóð við gröf móður sinnar. Hann var svo hræðilega sorglegt að horfa á hann þarna einmana og munaðarlausa við gröfina. Þess vegna ákvað presturinn að taka hann að sér, leyfa hann að búa hjá sér. Kvöldu eftir jarðarförina sátu allir einmann á prestssetrinu og ræddu þessa hræðilegu reynslu og þessi slys sem hefði orðið hann upp á hæðinni, upp á Apalheiðinni. Sá eini sem tók ekki þátt í samtalinu var litli móðurlausi drengurinn hennar Kristínar. Hann stóð för út í glugga og grét. Dætur prestsins spurðu: Er ekkert að hræða burt þessi tröll sem plata fólki út af veginum og niður klettana? Nei, sagði presturinn.
Þarna getur engin mannlegur máttur hjálpa til. Þess vegna sendi Guð engin til að hjálpa fólkinu í gamla daga, til að hjálpa veglausum yfir fjallið og leiða á rétta leið. Nú af hverju gera það ekki lengur? Spurði litla stelpan. Það vegna þess að fólki ekki nógu trúa núna og gleymi Guði, sagði presturinn. Hjarta mitt slær af neyð fyrir öllu þessu fólki sem villist þarna upp á og lendir í slysum. Ég bið Guð á fyrir einasta kvöldi að senda engil þarna upp á apalheina að hjálpa fólkinu. Þegar munaðlaus drengurinn heyrði þetta fróma tal af prestinum, hann var reiður og reiðin blossaði upp í honum. Og lögum gat hann ekki setja á sér. Hann gekk að prestinum mjög bitur og hann var skjálfandi reiði. Og hann sagði, það er skömm að vegurinn skuli vera svona hættulegur. Hann sagði þetta með skjálfandi röddu með tár í augunum. Það er þér að kenna, prestur, að vegurinn er svo hættulegur og röddin skalfa reiði. Tári hrundu niður kinnarnar. Það er þér að kenna að fólk villist þarna upp á heiðinni og klettunum. Þú hefur getað byggt veg yfir apalmýrina. Presturinn sagði, hvað ert þú eiginlega að segja, drengur? Hann öskraði presturinn. Átti ég að byggja veg um mýrina? Veistu ekki að það er fók dýrt? Það kostar alveg fulla tunna af gullpenningum. Drengurinn sagði, þú átt tunnu fulla af gullpenningum og meira en það í kistunni þinni sem er undir rúmi. Nú, ég veit það, ég sé það, sagði drengurinn. Þú getur notað þessar peningar til að byggja brú yfir mýrina. Ef þú hefur gert það, hefðu mörg mannslífum bjargast. Presturinn stóð upp eldrauður og reiði. Hann sagði, ert þú að ásaka mig? Öskraði presturinn. Er þetta þakkirnar fyrir að ég tók þig af mér? Ég fékk peningana mín í arf. Faðir minn og afi og langafi hafa unnið baki brotnu fyrir þessu peningum og ég hef búin að erfa það. Og þeir öfluðu þeirra. Af hverju ætti ég að taka þessa peninga? Heldur þú að Guð geti ekki vernda þá sem fara yfir heiðina án gullpenningana minna? Trúð þú ekki að hann geti sendið engla upp á apal heiðina? Nei, sagði munaðlaus drengur reiður. Það gerast ekki kraftaverk. Og það er ekki til englar. Ef það væri til englar, hefði mamma ekki lent í slysinu og dáið. Þú passar peningana þína eins og dreki sem vakir yfir fjársjóð. Það er þér að kenna mamma dó. Presturinn sagði, nú gekkst þú of langt. Það greipi drenginn og hendi honum út. Drengurinn gekk niður í gamla kofan þar sem hann hafði búið með móður sinni. Þegar hann kom inn brotnaði saman. Kveikti í arninum og satt við eldinn. Þar sem hann satt við arinum og grét, þá heyrir hann hneggjandi hest og hljóðið komu ofan á klettunum. Drengurinn þurrkar tárin, kveikir í luftinni sinni og hélt að staðið flýti upp á klettana. Hann flýtti sér til mannsins og hann teymir hestinn sem er rétt í því að fara fram að klettunum og hann teymir hestinn inn á rétta veg. Daginn eftir kemur þessi maður á pressetrið og sagði frá því að nú var aftur komin engill upp á apalhæðina. Maðurinn sagði, ég hafði setið hans lengi á kránni og drukkið og spilað á lengi og þegar ég held á stað af markanum Högfoss, þá var komið kolniða myrkur og þegar ég kom á stóra fjallið var alveg kolniða myrkur og vont veður. Hesturinn var órólegur. Líka presturinn örglega. Hann var hræddur og fór að prjóna. Ég hélt að hann myndi deyja þarna upp á hæðinni. Ég bað til Guðs og hrópa á hjálp. Þá skyndilega sá ég ljós í myrkrinu. Það kom engill. Þegar hann nálgaðist mig, hann tók í beisli á hestinum og hann leiddi mig réttan veg í áttina veginn. Bráðum vissu allir að engillinn var kominn aftur á hæðina til að hjálpa fólki sem lenti afvega. Hvað eftir annað kom fólk á pressetrið til að vitna að engillinn, hann hafði hjálpað þeim á heiðinni. Hann hafði lýst þeim í myrkrinu og sýnt þeim rétta veg. Presturinn var mjög glaður þegar hann heyrði þetta. Þarna sjáu þið, það gerast kraftaverk. Þið sjáu að Guð þarf ekki neitt á mínu gullpenningum að halda. Hann brosti í áttina kistunni sinni sem var full af peningum. Strákurinn munaðarleysi átti mjög erfiðan tíma, hann var svangur og sorgmæddur.
þar sem hann var einn í kofanum sínum. En þrátt fyrir það kveikti hann alltaf á luktinni sinni, samviskusamlega, og hann gekk út í myrkrið í óveðrið, fór upp á hæðina til að hjálpa þeim sem voru í erfiðleikum og þeim sem þurftu á hans hjálp. Svo gerðist það eina nóttina að prestur var kallaður út. Það var gömul eldri kona sem átti erfitt og hún bjó hinum megin við hæðina. Hann sat við rúmið hennar þar til að komið kvöld. Gamla konan hafði ágjör af prestinum og að nú þarf að drífa þig heim. Hann brosti til hennar og hann sagði, hafa ekki þetta ágjör af mér. Þú veist jú að það engill þarna á hæðinni sem vakir yfir öllum að hjálpa þig. Þetta kvöld var veðrið mjög vont og meira óveður nokkur sinni hafði verið áður. Það var mjög hvasst og myrkur var svart og var svartara og svartara. Það sjást mjög lítið fram fyrir veginn. Gamli sóknarprestur var mjög áhyggjufullur. Hann átti erfitt með að finna leiðina. Hann lenti í vandræðum með stóra steina og það voru tré sem hefðu fallið á veginn. Hann áttaði sig allt í einu á því að hann var villtur. Hann fór að kalla út í myrkrið, kalla á engilinn. Hann hrópaði hátt. Tíminn leið og hann bað. En það kom enginn engill. Guð hafði gleymt mér, hugsaði hann. Hann sagði ráfað á heiðinni. Hvaða hjálp hef ég nú af mínum bjargföstu trú, sagði hann, hugsaði með sér. Bara gullið mitt hefði nú verið notað yfir steina og veginn yfir mýrina, hugsaði hann, þar sem hann ráfaði í myrkurinu. Þá skyndilega birtist ljósgeisli fyrir framan hann. Eða hann hefði skrifið eitt skref áfram að hann dottið og fallið fram á klettunum. Sóknarpresturinn féll á kné og þakkaði því Guði fyrir kraftaverkið sem hann hafði upplifað þegar hann sendi engilinn til hans. Drengurinn sagði, veistu að ég enginn engill, sagði munaðarlaus drengurinn. Ég bara sonur hennar Kristínar. Já, svaraði drengurinn. Já, en þú ert nú hérna og vakir á heiðinni og klettunum, spurði presturinn. Já, svaraði drengurinn. Það enginn engill sem hjálpa þeim sem fara hér og þess vegna geri ég það. Þá beygði presturinn gráa hvíta höfuðið yfir drenginn. Ef þú gerir þetta, þá ert þú sannarlega engill. Þá ert þú engill Guðs þrátt fyrir að hafa fæðst og alist upp í sveitinu okkar. Augu mín voru lokuð þegar þú varst að tala að byggja veginn. Þegar þú komst heim til mín og vildi fá gullið mitt. Nú sé ég að þú varst líka að hugsa vilja Guðs. Nú sé ég að Guð þarf á peningunum mínum að halda. Hann þurfti á luktinu þinni að halda til að bjarga lífi mínu. Sem þakklæti fyrir þá náð sem mér sýn ætla ég að láta gullið mitt í brúna og veg yfir mýrina. Þannig að fátækir ferðamenn komist heilir heim, bæði þegar frost er og þíða. Þegar mýrin er blaut og ekki hægt að fara yfir hennar. Brúin á að vera þér til heiðurs sem gekkst út í myrkrið til að vinna verk Guðs á meðan við hinn sátum í hlýjum húsunum við eldinn og hituðum okkur upp og vonuðum á englana. Eftir þennan dag fékk litli munaðarlaus drengurinn að búa í pressetrinu og var elskaður og virtur af öllum. Fólkið sem fór flottu brúna vissi hvernig hún var til komin og ákveðið presturinn gaf allt sitt gull til að byggja hana. Svo fólkið satt við arinu og talaði litla engilinn sem var fæddur og alinn upp í sveitinni Apalrút. Guð getur notað okkur öll til að leiða fólk inn á rétta veg, inn á veg trúarinnar, inn í Guðsríkið. Hann notaði litla drenginn til að opna augu pressins. Eins og bóndinn sem fekk Billy Graham með sér til að keyra vörubílinn og fara á samkomuna. Við þurfum að biðja Guð að gefa okkur kennsku og visku til að leiða fólk til trúar á hann. Notum bænina. Biðjum fyrir þeim sem Guð minnir okkur á. Munum að Guðs ríki skiptir okkur öll máli. Við þurfum að vera vissum að eiga Jesú í hjarta okkar. Ef við erum ekki vissum það, ef við sæti í himni, þá þurfum við að endurskoða þá stöðu og hleypa Guðinn í líf okkar. Það getur ekki gott að tala við ykkur. Það gerði ég þegar ég var 14 ára. Þá fekk ég svolítið að tala við ykkur og hann leiddi mig svolítið inn í Guðs ríkið. Og það er gott að vera að fylgja Guði síðan. Guð blessi ykkur. Þá syngjum við þennan hjálpa fyrir sveitkjærlega. Við stöðum á þennan söng sem hann vitnaði í.
Og meðan látum við körfur ganga og tökum samskot í starfs Kristniboðssambandsins. Ég ekki stressa ykkur gestir ef þetta kemur flatt upp á eitthvað, þið látið bara körfurna ganga áfram. Þetta svona fyrir okkur harða fólki sem erum svona með hugan virkilega við Kristniboðsstarfið, en öllum velkomið að gefa sjálfsögðu. Hvað segir þið, frændur mínir? Eru ekki til í að taka körfurna? Jóel og Dagbjartur. Svo erum við líka með kortaposa ef einhvern þarf það. Kristniboðssambandsins vorið 2015. Það beinti hægri þegar ég farið út og endilega tækið með ykkur til að kynna ykkur hvað á döfinni. Hér á eftir, hérna í hotninu, verður boðið upp á fyrirbæn. Ef við erum í standra við og einhver byrjir með ykkur, endilega nýta ykkur það. Hér kaffi líka á boðstólunum og það Kristniboðsfélag Kalla í Reykjavík sem sér kaffi í kvöld. Svona viðmiðunarverðið 500 kall en það má borga meira og ef þið hafið ekki pening þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því. Og síðan höldum við áfram á morgun með samkomum sem verður inn á Holtavegi í húsi KFUK
Þar verður eitt og annað á dagskrá, það verður sjá hvort á minni mannherbergi. Það Edda Svann sem talar, það verður svona stutt yfirferð verkefni Kristbóðsambandsins á erlendi grundu og söngur og fleira á dagskrá. Hjartanlega velkomin, svo vil ég þakka ykkur sem hafið gert þessa samkoma því sem hún var. Sveinn, takk fyrir góð orð og Gísli fyrir að undirbúa hennar góða þáttum Ingunni og Elisabeth og svo náttúrulega ykkur í kórnum frábæra. Takk kærlega fyrir að koma, það var virkilega gaman að hafa ykkur hérna og Guð blessi ykkur áfram í kórastarfinu og Helga Vilborg, takk fyrir sem stjórnandi og eiga frumkvæði að þessu. Við skulum aðeins biðja í lokin. Drottinn, við þökkum fyrir að megum koma fram fyrir þig, þökkum fyrir þessa stund og biðjum þess að það sem að þú talaði til okkar hér megi búa áfram í hjörtum okkar. Viltu leiða okkur áfram fyrir þinn heilaga anda og hjálpa okkur til að bregðast við eins og þú vilt að við bregðumst við. Og ef einhver að berjast með sér hvort að hann Guðs barn, viltu gefa viðkomandi vissu og hjálpa okkur öllum til að leggja líf okkar allt í þína hendur og lifa með þér frá degi til dags. Svo biðjum að blessa allt starf Kristniboðssambandsins hér og úti í Keníu, Eþíópíu og Japan, í Kína, í Miðausturlöndum og Norður-Afríku. Láttu ljósið verða enn skærara en það hefur verið. Og svo leggjum við allar bænir í þínar hendur og biðjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag okkar dagleg brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunum. Eigi leiddu oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ég gleymdi náttúrulega að þakka Kristjána fyrir að vera á græjunum og Bjarna fyrir að spila. Já, og Helga Vilborg, það var að segja það. Það var að fá náttúrulega tækifæri. Við erum búin að heyra þessu frábæra kór. Ef ykkur að vera að fylgjast með okkur, þá erum við á PS-bókinni á Facebook, Gospelkór Árbæjarkirkju. Svo þeir sem eru á Facebook geti líka við og fylgst með hvað þeim að gera. Við verðum með tónleika í vor, 7. maí í Árbæjarkirkju og það verður svona afrískt þema á tónleikunum. Við erum að vilja því að æfa svona alls konar afrísk lög og neðarsálma. Svo var endilega kíkið á okkur þá, 7. maí. Það þakka ég bara fyrir í kvöld. Guð blessi ykkur.